Ágætu elskuðu vinir, velkomin í hópinn og velkomin að vera með okkur hér á þessar stund og við væntum auðvitað bara mikill að hluta frá hæðum og höfum svo sem góða reynslu af því að svo verði og búistum ekki við neinu öðru í þetta skipti frekar en hinn. Því Drottinn mætir kampakátur og elskar það að vita að þér hlusta því að þetta jú fyrir þig og þá sem heyra og hann sem talar því hann, rétt eins og þú, hefur jafn mikla þörf fyrir á að heyra í Drottni sjálfum og læra honum og tilenga sér það sem Drottinn mælir eins og hver annar maður. Já, eins og hver annar maður, af því að hann er bara maður og ekkert meira heldur en það. Hann getur dottið í allar þessar gryfjur sem að menn detta í og þarf því að gæta sinn réttis og hver annar til þess að sneiða framjá þessum og hinum pittinum. Þetta er svona gömul sannindi og nýju og þetta vitaðu þetta allir menn en menn misjafnlega svona kannski árvökulir fyrir þessu því að sumir hugsa ekki svo mikið þessi mál en við þurfum að hugsa þessi mál rétt eins og önnur mál vegna þess að við erum bara fólk, breyst fólk, veiklunda fólk sem að kannski segist vera öflug og sterk en eru það ekki og Drottinn mun sýna okkur það svo sé ekki því að þegar við erum að rísa upp úr einhverjum ástandi sem að feld okkur má segja og þá sjáum við það að við erum ekki þetta sterka fólk sem okkur langar til að verða og það er nú góða fréttin í því máli er að við getum orðið þetta sterka fólk en með einum hætti ganga veginn með Drottni. Það er svo leið sem að Drottinn hefur gefið okkur. Og það er alls konar brestir í okkur og það er stutt í alls konar sem að við viljum ekki hafa með okkur en erum að burðast með og skjótum því miður alltof oft fram í einhverju vanhugsuðu máli að því það er líka annað í þessu að það er svo stutt í hrokan okkar. Það er svo stutt í hrokan okkar og að svona vilja leiðbeina fólki sem að þarf kannski ekki neina leiðbeiningu og er ekkert að biðja neina leiðbeiningu og við erum að því að við erum kannski líka svona á baku þetta allt saman svona svolítið frekju hundar. Stjórnsemi og allt saman það er ekkert annað en ángi að bara frekju og það vitum við vel. En enginn af okkur vill auðvitað vera þessi frekju hundur og hann er að læra og er því tilbúin til þess að setja við fætur Drottins einmitt til þess að þetta svona hlutir alls konar réttlist af honum. Því hver af okkur vill ekki dæma rétt að dóma. Hver af okkur vill ekki taka rétt á málum og sjá hluti eins og þeir eru. En stundum gerum við það ekki að því við erum kannski með miklu stærri parta hjartana okkar fullt af hroka en við höldum. Hrokin er nefnilega lúmskur leynigestur sem við teljum vera annað en er bara hroki. Og orðið að því það tala til okkar og það dæmir hugreiningar okkar kemur upp þessi mál. Ekki til þess að slá okkur með sveipu, þú gerir aldrei neitt rétt, heldur vegna þess að nú vill að fara að lækna þetta. Og lækningin eins og alltaf áður felst í því fyrst að þú sjáir og vitir og viðurkennir. Þá er þetta að taka næstu skref og svo allt í einu ertu orðin bara, já, ef það er hægt að verða hrokalus, ég veit það ekki, en allavega er hrokin orðin svona bara einhver punktur þarna, einhvers staðar neðst niður í hjartanu sem ekkert er lengur neitt að ángra þig. En ef þú náttúrulega veist ekkert af því að þú taldin hroki þá auðvitað ángrar þig ekki neitt. Því að þú bara telur að svona eigi þetta vera. En hroki er alltaf hroki. Og Drottinn veit hvar er hroki og hvar hann er ekki. Andhverfa hrokans er nefnilega auðmýkt. Þú segist vera fullur og full af auðmýkt og ég segi það líka, en er ég það? Stundum örugglega, en örugglega ekkert alltaf. Og þegar þetta ekkert örugglega alltaf bara stundum þá verð ég að gjöra svo vel að koma mér við fætur Drottins því ég vil að þetta réttlist af mér. Segja þetta til staðar. Og ég vil líka að búa til þannig vörn að þetta sé ekki að koma til mín bara hvenær sem ég
eða bara hvenær sem því að ég geri mig grein fyrir því með hrokan til dæmis að hann lúmskur. Hrokin getur alveg haft af sér yfirskinn einhverja góðmennsku en bara hroki, og hrokin reynir alltaf að setja sig yfir aðra menn og aðra konur. Það í eðli hrokans. En hver af okkur í rauninni hefur efni á því að setja sig yfir aðra manneski? Halló, enginn af okkur, sama hvar við erum og sama hversu vel okkur hefur gengið og okkur hefur okkur gengið vel. Það ekki bara vegna þess að við njótum blessunar Drottins? Og hvernig get ég þá þakka mig fyrir það? Ég get það ekki. En ég get þakkað og lyft upp honum sem að gerði mér þetta kleift, sem heitir Jesú. Og þess vegna sittum við fætur Drottins að við viljum leyfa honum að svona fara svolítið höndum okkur og lækna það sem þarf að lækna, og líka þennan andstyggilega hroka sem svo lúmskur. Það svo erfitt að sjá. Og stjórnsemin sem við erum að haldin, teljum allt vera rétt sem við erum að gera, en Drottin hefur ekkert verið að biðja okkur þessa stjórnsemi. Og okkur vill ég stjórna og stýra fullorðinni mannesku sem fullorðinni mannesku sem hefur gengið nokkuð upprétt í gegnum sitt líf, bara eins og margir af okkur höfum gert sem betur fer. Okkur vill ég þá eitthvað vera ráðskast með þann þegn, og hver gefur mér rétt til þess? Ekki Guð allavega. Hrokin hins vegar gæti tekið sér þetta bessaleyfi bara á þess að nokkur hafi beðið Það í eðli hrokans. Þá kemur upp stjórnsemi og þú gerir eins og ég segi þér að gera, eða þá getur bara farið, skilurðu. Þetta ekki góð lenska. En allt og mörg á okkur, og kannski hefur maður líka verið á þessum stað, við erum að glíma við þessa hluti, en að glíma ekki, því að sumir sjá þetta ekki í sér sjálfum. Það er svo margt sem við sjáum ekki í okkur sjálfum, og þess vegna erum við á stað orðsins sem ferum og skoðar hjartatetur okkar og dæmir. Eins og ég sagði áðan, ekki til þess að vera með eitthvað leiðindi og svipu og högg á okkur, heldur til þess að við lærum af og látum af. Og það alltaf markmiðið fyrir kristinmann, það að láta af því hann hefur lært af. Það ekki nóg að læra og láta ekki af, þú verður að læra og láta af sem öðrum þú hættir þessu ef að breytniðin hefur ekki verið þess eðlis að hún svona upplifti bara nafni Drottins. Það snýst alltaf það þegar upp staðið að upplifta nafni Drottins. Ég setti yfirskrift á þessum þátt sem ásakanir, og við veitum að Kristur, það var alltaf verið að ásaka Krist. Það var oft verið að ásaka Krist, og það voru margir sem ásökuðu hann, og einhvern þeir sem voru harðastir í að ásaka hann, það var ekki fólki, það var ekki líðunum, það var ekki svona þessi almenni maður, það voru þeir sem fóru fyrir og áttu að vita betur, því að þeir töldu sig vera mennirnir og fólki sem áttu að leiða hina og gerðu. En Kristur bendir þeim á aftur og aftur að þeir ekki að leiða fólkið réttan veg. Þeir sáu það ekki. Annars hefðu þeir leitt réttan veg að þeir sáu það ekki. Og svo kemur hann og gerir það sem hann gerir, og hann auðvitað að brjóta upp kerfið. Við erum að athuga það líka að hlutverk Kristi að koma inn í kerfið, uppfylla lögmáli og koma svo með þetta nýja sem við vitum nýsáttmáli, Nýja testamentið. Hann náttúrulega gengur inn í þessa hefði sem að þeir voru búin að binda sig við. Mikið af þeim voru bara mannasetningar, og það vitum við vel. Voru bara mannasetningar. Þeir voru ekkert endilega svona í verkinu, voru þeir ekki endilega svo uppteknir af því að fylgja orðinu, en þeir kunnuðu allt saman og vissu alveg hvernig náttu að gera þetta, og það sem þeir kannski töluðu var kannski ekkert endilega rangt. En það sem þeir gerðu var það oft. En það segir Kristur það sjálfur einust að það gerir allt sem þeir segja, en breyti ekki eftir því hvernig þeir gera. Og það ekki gott, og það ekki það sem við viljum ekki að fólki bara hlusti á okkur og hafi fyrirmæli frá Drottnum það að hlusta á okkur, að þau verum góðir kennara. Hann vill líka að það geti breytt eftir okkur. Og þá komum við að öðrum þætti. Þá komum við að því hvað ég með í mínu eigin hjarta. Og ef ég hrokafull manneskja, þá bið ég nú menn endilega það bara breyta alls ekki eftir því sem ég að gera.
En ef ég laus við það og stíg svona út í það sem ég að tala og það sem ég að segja og tala, þá kannski má nú alveg hvetja menn til þess. Þannig við verðum að vita hvað við verðum að tala, við verðum að vita hver við erum í raun og veru og hvar við stöndum. Það hluti af þessu frelsi sem að Drottinn að boða okkur og bjóða okkur og segja að við getum verið í, þegar við sjáum og vitum sjálf hver við erum. Og Guð hefur blessað mig með þeim hætti að sýna mig það hver ég er. Þannig að fyrir mína parta veit ég alveg hvar ég stend í þessum málum. Ég veit alveg á hvaða staði ég er. Ég sé alveg ýmsa bresti sem ég langar til að vinna á og hef verið að vinna á og ég veit marga sem að ég hef losnað við og hef styrst í og svo framvegis og svo framvegis. Að ég vil vera heill í minni trú. En umfram allt þarf ég að vita hver ég er og hvar ég stend akkurat núna. Hroki í hjartanu? Já, ég veit að ég held ekki, nei, það er kannski dálítið mikið að segja að maður sé nú alveg laus við hann, en allavega hann ekkert mikið en eitt að angra mig. Kannski var maður fullur upp í háls að hroka, en ég nú allavega ekkert fullur upp í háls að hroka í dag, en kannski örlar eitthvað pínlítið á honum, en hann á ekkert að örla á neinum hroka, heldur á hann bara fara. Og við erum að læra um orðið, og orðið að kanna lendurnar innra með okkur í and okkar, að því það að tala til andans. Þannig það í eðli orðsins að tala til andans. Holdið bara einhvað sem verður hvort þið eftir, en andin það sem skiptir máli, því þú kemur í andaðinu til Drottins. Og þú þarft að vera hreinn í andaðinu þegar þú kemur til Drottins. Og að því að við erum í deginum eins og þeir eru og Drottinn sé sjálfur að dagarnir séu vondir, að þá þurfum við alltaf að vera okkur meðvituð það og líka að taka inn þetta meðal sem heitir orð Guðs, einmitt til þess að það slettist ekki á þennan anda sem að getur alveg gerst og gerist, en orðið nær að hreinsa burt frá okkur fljótlega og fljótt, að því við erum alltaf í þessu orði. Suma á okkur allavega. En þeir sem eru ekkert að pæla í orðinu og taka það bara eftir dúk og disk og eru svo út í móum og mýrum þess og milli, þá geta þeir alveg hafa þeir uppi engar varnir gagnvart þessu, gagnvart lífinu sjálf og gagnvart þessum vondurdögum sem Drottinn talar að sé. Og þá geta þeir verið í hópi með þessum blessuðu yfirmönnum sem voru uppi á í tímum Jesú, sem voru alltaf að ásaka Jesú. Akkur gerir þetta svona? Akkur gerir þetta ekki einhvern veginn öðru sér? Akkur gerir þetta ekki eins og við höfum alltaf gert? En Drottinn bendir á það á einu stað sem við vorum að tala um aða. Hann sagði við fólkið, því hann vildi að veri friður í gangi, hlusti á það sem þeir segja, fari eftir því, en ekki horfa á þá og verkin þeir og breyta eftir þeim verkum sem þeir vinna, því að þeir segja eitt en gera það ekki sjálfur. Og stundum þetta þannig að reglurnar sem við erum að setja, þær eigi ekki við okkur sjálf. Og við erum kannski fyrsta fólki sem brjótum þessar reglur, en tökum jafnir stramt á því ef að sá sem á að fara eftir fer ekki eftir þeim. Við höfum að sýna sem talsmenn þess og hins þá góða fordæmi að allavega að fara eftir því sem við erum sjálf að segja. Á þessu allur gangur, en Drottinn að benda okkur á þetta, að vera auðvitað menn orða okkar, menn og konur orða okkar. Og þá erum við ekki að þykjast verið eitthvað yfir fólk hafið, eins og Hrokin vill gera. Hann vill alltaf segja mér, sýna mér þannig sem einhvern mikinn og merkilegan sem ég auðvitað í Kristi. Af því ég auðmjúk manneskja. Drottinn hefur boðið mér og gert mig að svolítið auðmjúkri manneskja. Ég alltaf til í að beygja mig fyrir reglum og því sem menn að segja, hvort ég sammála þeim eða ekki, ég ekki alltaf endilega sammála þeim, en ég beygi mig fyrir reglunum að því ég vil bera virðingu fyrir því sem að gera. Ef ég væri yfir, þá væri ég kannski með þetta sömt allt öðruvísi, en ég ekki yfir, heldur ég bara inn í þessu kerfi og ég virði það kerfi og ég vil fara vel með þetta kerfi og ég hlýði þessu kerfi. Það hveti ég líka til að gera. Það svona ákveðin styrkur og ákveðin viska sem þar með, að því að við erum bara á þeim stað að við viljum vera og við viljum virða líka. Þá engin réttur staður til þess að vera með einhvern uppblásin huga og hjarta sem setur okkur yfir.
Hvað er þá bróður minn og systir? Hvað er þá jafningi mín ef að ég set sjálfa mig yfir? Hann er ekki til. Það segir sjálf. Og hvað hefur sett mig yfir? Minn eigin hroki. En er ég yfir? Alltaf sé nú ekki þar uppi staðið að ég sé nú bara komin undir svona venjulegt fólk þegar með mín og hroka. Það gæti nú farið þannig. Því að við sjáum svo skam. Og þessna líka erum við að læra. Og það má alltaf betrumbæta sig í lærdóminu. En ef við viljum ekki læra, ef við viljum ekki vera í orðinu, þá náttúrulega lærum við ekki neitt. Það bara er alveg morgun tært. En ásakanir fylgja okkur og eru með okkur nema við stöndum á varðbergi alveg sérstaklega gagnar þessum ásökunum. Þú segir það er alltaf verið að ásaka mig. Ég veit ekkert um það hvort að það er rétt. En hvað með þig sjálfan og sjálfa þegar þú ert að ásaka fólk, mann og annan? Er það á allt í lagi? Alltaf sé ekki jaft á komið. Yfirleitt er það nú þannig, það er bara jaft á komið. Þessna skalt þú núna taka upp þann hátt og háttaskipti hugafarsins að byrja eftirleiðis að tala bara vel um fólk. Hvað sem hver segir, þá skaltu bara halda á því áfram að tala bara vel um fólk. Það er miklu betra heldur en að vera með ásökunartón til hægri og vinstri. Því ásökunartónið og fingurinn sem bendir er í raun bara svona særindi fyrir hjarta. Því leiðist það. Því það veit, einhvað í þér sjálfum, veit að þú átt ekki að gera þetta með þessum hætti. Hvað er þá gleðin ef þú ert leið að særa þig sjálfa og sjálfan með orðum þín? Hvað er þá gleðin sem á að ríkja í deginu? Þú sér það að þú ert búin að fylla það upp af öðru. Og hver gerir það? Þú með orðunum þínum. Ásökunum þínum. Ákjánum þínum án stafs þannig séð og sannana. Þetta er eitt af því sem Drottinn vill taka á og gerir í gegnum orðið sitt. Og líka þess vegna er hann með allt þetta í Biblíunni sem við erum að lesa, af því að hann vill að við forðustum svo margt og tökum við ýmsu sem er betra. Já, það er margt sem er gott í Biblíunni og hann vill að við tilengum okkur það, ekkert annað. En þess vegna er hann líka með þetta góða og vonda, af því að þetta er bara lífið í hnotskurn. Það er þetta bæði. En ég sem vitiborin manneskja get valið og þannig er bara dagur einhverju fyrir sig að hann er endalaust val. Ég get stýrt orðum mínum. Ég get stoppað tunguna mína ef hún vill fara að segja eitthvað sem hún ætti ekki að segja. En ég geri það ekki ef ég sé það ekki. Og þetta er eitt af því sem orðið er að tala til mín og þín í dag, vegna þess að það er að kanna hjarta mitt og þitt. Og kannski sér það einhver sem það vill laga og hvetur þig núna til þess að leyfa þig að laga það. Kannski er það að minna þig eitthvað í þessum tölum orðum sem það vill laga. Því orðið er læknirinn. Orðið er Jesú og hann er læknirinn. Og þess vegna er það ekki staðlausir stafi að flytja mál sitt úr þessari bók. Það getur ekki verið staðlausir stafir. Það eru útiloka mál. Margt eru staðlausir stafi, en orðið Guðs er ekki staðlausir stafi, heldur sannleikur sjálfur. Og við höldum okkur við hann. Og það talar um þetta. Það talar um það að hjartað sé ásakandi hjarta. En það líka segir frá því að sama hjarta blessi og bæti umhverfið. Þannig á það að vera, þannig á maðurinn að vera í sínu umhverfi. Hann á að vera blessandi, en gerir það ekki nema á réttum stað, undirbyggi sitt líf á réttum stað og réttur verður staðurinn frammi fyrir fótum Drottins. Hlustandi á það sem hann er að segja, því hann mælir heilt. Hann mælir bara heilt og alltaf heilt. En ég þarf að meðtaka það. Það er ekki nóg fyrir mig að hafa meðtekið það fyrir 25 ára þegar ég frelsaðist, eða 26 ára. Ég þarf líka að gera það í dag. Þarna á milli er langur tími og ég er á þeim stað sem ég er á í dag. Og ég segi það fullum fett og ég hef sömu þörf fyrir orðið og ég hafði þá.
Ég veit ekki, kannski lítur þú svo á að þú sitt honum fullnuma, en ég held ég verði elskaði vinur og vinkona að hryggjaði með því að svo ekki. Vegna þess að þú, rétt eins og ég, ert í vondum dögum og dagarnir koma með það til mín og þín, bara það sem þeir vilja. Sumt gott, annað það ekki. Sumt veldur gleði og annað hryggð. Þannig eru dagarnir. En orðið er þið sama og ég get alltaf farið í það til þess að lyfta mér upp, læra af því og leyfa því að skoða hjarta mig. Og ég vil ekki að það sjáu þar einhverja meinsemdir og skada sem er að skada sjálfan mig og aðra. Ef það þá vil ég að það bendi mér á það og fjarlægi það, og það fær mitt leyfi til þess. Að því ég vil ganga reist manneskja fyrir Drottin. Ég ekkert svo mikið að hugsa um fólk, ég auðvitað að hugsa fólk og geri það með því að vera þokkalegu sjálfur. Fyrst og fremst ég að hugsa Drottin og ég vil vera framrétt hönd hans inn í þessu samfélagi. Þetta hugafar hefur Drottin gefið mér að því ég hef leyft honum að kenna mér sína kennslu eins og hér á þessum stað við fáum. En það eru ásakanir sem við erum að pæla í núna og við veitum að þetta er svona ákveðin meinsemd í samfélaginu og meðal okkar, það eru þessar ásakanir, þessar staðlausu ásakanir á neittna sannan eða neitt. Þetta eru bara einhverja sögur sem við grípum úr loftinu og svo veit enginn hvaðan þetta er komið eða hver sagði þetta er bara einhvern veginn bara í loftinu. Að því dagarnir eru illir og við þurfum að standa á verði gagnvart þessum degi sem er illur. Og þess vegna erum við með þessa bók í höndunum, erum að nema af þessari bók, því hún segir okkur allt sem við þurfum að varast í deginum, af því að orðið sjálf, trúi mín og Kristur vill að ég leggist á koddan í kvöld sæl manneskja. Og það getur alveg orðið þannig. En ekki með því að hleypa mér upp í hroka og telja mig yfir einhvern annan hafin. Það er ekki leiðin. Það er leiðin til þess að gera mig vansæla mannesku í hjartanu mínu. Jafnir þó andlitið sé hýrlegt og fallegt og allt saman það sem það er, en þá getur hjartað verið sárt og það grætur. Það getur grátið yfir bara hegðun minni, orðun mín og hvernig ég er innan annað fólk. En þetta allt saman viljum við að lagist og þess vegna erum við á þessum stað, þess vegna erum við í orðinu og leyfandi Drottni að kenna okkur. Við viljum ekki þennan hroka í hjartanum. Og ef hann þá viljum við sjá hann. Og þegar við höfum séðan, þá segjum við þennan hroka farðu, ég vil ekki hafa það lengur. Og það hefur unnist ákveðin sigur. Þetta eru sigurarnir okkar. Þetta er partur af því frelsi sem Drottin að gefa okkur, það er lostan við þetta. Ekki bara gera hvað sem maður vill, einhverju vitleysu. Heimurinn segir að það sé frelsi, en Biblían segir að það sé helsi. Og sumt af þessu bara glæfra mennska einhver og fíblagangur. Drottin dó ekki til þess að ég væri bara í endalausum fíblagangi með mitt líf. Aldeilis ekki. Nei, hann vill að ég sé með sér. Þá ber ég hag náungans fyrir brjósti rétt eins og minn eigin hag. En þegar ég er með lífið mitt í tómu fíblagangi og ævintýramennsku, þá er ég bara snúast í kringum sjálfa mig allan daginn. Það er ekki vilji Guðs. Hann skapaði mig ekki til þess að það veri þannig. En auðvitað á ég að hugsa sjálfa mig og ég má gera margt og með allt sem ég vill í raun og veru. En að því að ég vil og vel það sjálfur, þá vil ég að Drottin sé með mér í því. Að því ég vil að það fari vel og sé vel gert sem ég er að gera hvar sem ég er, hvenær sem ég er og hvert sem ég fer. Og þess vegna er ég þar sem ég er. Að nema af því sem Drottin er að segja. Svo lesa hérna, það 5. kapli Lúkasar Guðspjalls, byrjum í 12. versi. Svo bar við Jesú var í einni borginni að þar var maður altekin líkþrá. Hann sá Jesú, féll fram fyrir honum og bað hann, Drottin, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Þannig að sjáum við trú. Ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Og líkþrá, elskuðu vinir, var ekkert lamb að leika sér við.
og líkþorf var ægilegu sjúkdómur, ekki bara líkamlegu sjúkdómur, heldur gerði að verkum að sá sem var líkþorf var útilokað frá samfélagi. Hann mátti ekki vera í samfélagi mannana. Hann var að halda sér frá einhver staðar annar stað. Og ég veit ekki hvernig það var með matföng. Kannski var einhver sem sá það, en ég held að hann hafi þá lagt frá sér matinn svona kannski einhver metur frá þessum blessuðu mönnum og konum sem þannig voru veikar og fór svo sjálfur, því þau mátti ekki hittast. Svo kom þetta vestanlings fólk og tók matinn sinn og áta. Minni að þetta hafi verið með þeim hættingunni, þannig að allavega líkþorfur maður, þetta var hræðileg staða fyrir þetta blessaða fólk. Og það mátti koma inn eftir að hafa verið orðið heilt aftur. Það mátti að koma inn, en nörðu þá að sýna sig prestunum sem mátu stöðuna og játuðu að þetta væri orðið gott. Nú ef að þeir mátu stöðuna þannig, þá var fólki að fara aftur á sinn stað, en það var fyrst að koma til prestana. Og Kristur þarna komin til að bæta líf manna, og hann, þessi yndislegi maður, hann segir, ef þú vilt, þá getur þú hreinsað mig. Þetta er svolítið mögnuð orð og segir okkur alveg skýlaust að þarna var mikil trú á ferðinni. Á ég til svona mikla trú? Átt þú hana til? Ég veit það ekki, ég veit ekki heldur með þig, en allavega á ég svo litla trú. Og þú líka. Jesús rétt út höndina, snart hann og mælti, ég vil, verð þú hreinn. Ekki mörg orð, ég vil, verð þú hreinn, 6 orð. Og það næði. Af hverju? Að þegar orðinans, þegar hér er komin sögu, er beint komin frá sjálfu hásæti Guðs. Þau hafa áhrif. Beint komin frá honum. Sem sagt, þegar þú komin í þína þjónustu, í köllun þína, eru orðin þín og verkin þín beint komin frá hæðum og það virkar. Tótti segir sjálfur, þeir munu gera meiri verk heldur en ég. Þannig ekki þetta heldur eru staðlausir stafir. En það gerist ekkert. Haf ég ekki einu sinni sjálfur trú fyrir því að það muni gerast. Við gefum mér trú. Maðurinn sem baður lækninguna, það er alveg augljóst að hann hafði trú. Ef þú vilt, getur þú læknað mig. Mér finnst þetta mögnuð bæn og beiðni. Og mættu fleiri af okkur biðja slíka bæn. Kannski að þetta að við biðjum ekki þessa bæn sé ástæðan fyrir því að við sjáum ekki svo mörg kraftaverk gerast í kirkjunni, svona með beinum hætti. Þetta gerast kraftaverk í kirkjunni og við skulum aldrei gleyma því að svo er. En það er ekki mörg á okkur sem hefur séð fólk standa upp úr hjólastólum og svo framvegis, sem eru kannski einu kraftaverki sem við tölum sem kraftaverk. En það er fullt af kraftaverkum að gera í ranni kirkjunar bara í hjartateturinu, og maður sem kom inn dabur eða kona og er svo orðin glöð manneskettir kannski 5 mínútur í sætinu sínu, hvað er það annað en kraftaverk? Þetta eru kraftaverk sem við vitum ekki en eru þarna á staðnum að þegar Guð vinnur sitt verk, Jesú vinnur sitt verk í gegnum það sem er að gera í salnum, að því hann er í salnum. Hann mætti fyrstur og fór síðastur. Svona er kerfið hjá drottni. Já, ég vil verð þú hreinn, jafnskjótt hvarfa honum líkþorfan. Og hann bauð honum að segja þetta engum, en far þú, sagði hann, sýn þig prestunum og fórna fyrir hreinsu þína eins og Jesú bauð þeim til vitnisburðar, eins og Móse bauð fyrirgefið. Sem sagt, hann er á þeim stað að nýji sáttmálurinn er ekki komin inn, og hann og þessi maður voru því undir gamla sáttmála. Hann var ekkert að hrófla neitt í því. Hann vissi að það hitt kæmi, en það var ekki komið þarna, og þetta, ef hann ekki gert þetta, þá hefði hann sett sjálfan sig í vandræði, því að það mátti enginn sem haldinn var líkþorf koma aftur inn nema
prestarnir gæfu jáverðið sitt við, og svo fór hann og fórnaði og gerði þetta og hitt, og svo mátti hann koma inn og var þó orðinn ærlegur maður í samfélaginu. En Drottinn minnir hann á þetta því að maðurinn sem læknaði bara horfði á, mér skilst að menn steypist út í sárum og jafnvel ljótum sárum af þessari holdsveiki, að hann sér að húðin sín orðin bara alveg flott og fín. Hann gæti bara stað og fætur, þess vegna hefði hann ekki svona, séðan var hann, hefði Drottinn ekki mynd hann á hvað hann ætti að gera og farið bara inn í samfélagið og enginn kannski tæki eftir neinum. En svo hefði kannski einhver séð að, heyrðu, hvað ert þú að gera þarna? Að ég honum góður, sagði hann. Þú átt að fara til prestana, hefði einhver geta sagt. Þess vegna segja, gerðu þetta bara strax, gangtu frá málinu og komdu svo og þú mynd fá að vera í friði. Þannig að Drottinn skilur mannin aldrei eftir í einhverju vitleysu. Hann sér allt til enda. Já, þeim til vitnisburða, segir hann hér og endar þessa kennslu sína til mannsins með þessum orðum, og þetta bara að hugsa hans hag. Hann vissi alveg inn í hvaða samfélag hann var, hann vissi alveg hvernig þetta var uppbyggt og hvernig mennirni voru. Hann að vernda þennan mann. Já, en fregnin Jesú breytist út því meir sem menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum. Það var engin lognmólla í kringu þetta sem hann var að gera. Og hann var ekkert að tala neitt þetta sjálfur og stundum bannaði mönnum að tala þetta og kannski hlýttuður hann og kannski hlýttuður hann ekki, en hvað það, allir hinir sem sá og heyrðu bara hlupu með fregnina allt. Þetta var náttúrulega eldur í sinu það sem hann var að gera og allra vörum áður nýfi laug vegna þess að þetta var eitthvað nýtt og þetta var stórfenglegt og þetta var eitthvað alveg frábært, fólkið var heillað. Svo hann lesa meira. Já, daga nokkurn, það 17. versi núna, við erum í 5. kafla Lúkasar Guðspjalls. Daga nokkurn var Jesú að kenna, þar sátu farisear og lögmálskennendur, komnir úr hverju þorpi í Galileu og Júdeu og frá Jerúsalem, og kraftur Drottins var með honum til að lækna. Alls staðar þess að Kristur var kraftur Drottins með honum, og þannig það líka með mig og þig að kraftur Drottins með okkur. Það að segja, þegar við göngum fram í þjónustun okkar. Já, má sjá. Komu þó menn með lamamann í rekki og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesú. En vegna mannfjölda sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann og fóru upp á þak og létu hann síga í rekkinu niður hellu þekjuna beint fram fyrir Jesú. Að rjóa þak á svona húsum eins og voru þarna hefur sérstækt verið stórmál, en allan að þeir gerðu þetta og þeim hugkvæmdist þetta. Akkurju? Þarna sjáum við líka trú, mikla trú. Þessi maður verður að fá snertingu frá Jesú. Þetta ekkert annað trú þegar við göngum fram í þessu. Þetta trú vil ég biðja bæði fyrir mig og fyrir þig í dag, því við þurfum á henni að halda. Þá beinum við öllum okkar hug og mætti til Jesú. Og þá engin staði fyrir roka og einhverja dómhörku og aðfinnslu, ákæru. Já, og Jesús sá trú þeirra, sagði hann, maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Takið nú eftir því hvað gerist. Þá tóku fræðimennirnir og farisearnir að hugsa með sér, hver sá sem fer með slíka guðlastun? Hver getur fyrirgefið syndi nema Guð einn? Ásakanir, ákærur, komnar þarna upp í hjörtum þessar ágætu manna. Kristur heyrði þetta ekki með eyrunum sínum, en að skynjaði það í hjartanu sínum. Það sem þeir sögðu og svarar þeim án þess að þeir beindu raun og veru máli sínu til hans. Þeir voru að tala þarna sín á milli.
En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði þá: hvað hugsið þið í hjörtum ykkar? Við munum hvað hann sagði. Já, hann sagði: maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Og þeir sem sagt heikjast við þessu og ákæran og ásakan í hjartastinu af þessum orðum og segja: hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? Þá búin að gleyma þeim stöðum í Gamla testamentinu sem segir frá því að þessi Messías eigi að koma og hann eigi að gera alls konar sem engin annar maður hefur nokkuð tíma gert. Og þannig eru þeir að horfa á eitt slíkt en sjá ekki ritningarstaðinn niður þennan mann í því ljósi og ákæra fyrir guðlast. Hjörtu þykka, hvort auðveldar að segja: syndir þínir eru þér fyrirgefnar, eða segja: statt upp og gakk? Hvort auðveldara? Ég reikna með að bæði sé jafn auðveld. En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald og jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamannin: statt upp, taka rekkju þína og far heim til þín. Sem sagt, hann breytti orðalaginu. Orðin sem komu í seinna skipti kom út úr sama munn, voru tendruð frá hæðum, frá hásæti Guðs og virkuðu því eins og hinn. En af hverju breytti hann orðalag? Vegna mannsins sem að lækninguna fekk. Af hverju? Að það vildi hlífa honum því að það gæti hugsanlega verið ráðist á hann fyrir það sem hinn gerði. Drottinn hugsar fólk og þess vegna breytti hann sínu orðalagi til að vernda þennan einstakling. Og í seinni setningunni kom hvergi fyrir orðið fyrirgefning synda en eitt. Nei, bara ósköp venjulegt málfar að taka rekkju sín og fara. Hann fór. Lamaður maður, fekk kraft í líkama sinn, stóð upp og bar rekkjuna heim til sín. Það voru fagnaðarlæti með fólkinu, en inn á milli ákæru frá þessum valdsmönnum sem leiddu fólkið en voru með sjálfan sig í tómri þvælu. Þannig var það nú, elskuðu vinir. Að því við viljum ekki vera með okkur sjálfa í tómri þvælu, þá gefum okkur tíma til að læra af því sem Drottins er. Ef við viljum ekki læra, þá náttúrulega er það bara okkar mál. En hún stendur okkur til boða, kennslan. Já, stattu upp, taka rekkju þín og gakk. Jafn skjótt stóð maðurinn upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir voru furðulostnir og lofuðu Guð og voru óttaslegnir og sögðu: óskiljanlegt er það sem við höfum séð í dag. Þannig að sjáum við það þegar menn er að koma innan eitthvað nýtt, hvað óttin er fljótur að grípa fólkið. Þetta kemur fram aftur og aftur í lestri okkar í Nýja testamentur, hvernig óttin greip þá. Við munum eftir Sakaría sem að fer hann inn í musterið, og hvað var það fyrsta sem greip hann þegar hann sá mannin, engilin? Ótti. Við lesum þetta aftur og aftur og aftur, hvað óttin er fljótur að grípa okkur. Af því við þekkjum það ekki, en svo þegar menn voru vanir því að sjá þessi krafta, þá fögnuðu þeir. Þá var engin ótti til staðar, af því nú voru þeir orðnir vanar þeim. En til að byrja með gripu upp óttum og hvað er þetta? Mjög eðlileg viðbrögð frá manni og konu, mjög eðlileg. En svo þegar við þekkjum þetta betur, að þá verðum við róleg fyrir því að við vitum þetta er hvort þetta er bara, já, þetta er bara gott og göfugt og allt saman það. Já, en við hefum fengið góða kennslu hér í dag og Drottinn er ekkert neitt að baki dottinn, því hann vill að við bara vöxum í sinni kennslu og þekkingu, og því að það er kennslan og þekkingin sem að fleytur okkur áfram og vitleysan rjáttlast af okkur,
að því við leifum orðin að kanna hjartað, og það að hnippa í því núna með eitt og annað, og þú ætlar að taka á því að því þú ætlar að leifa Drottni sjálfum að eiga við það með þér, Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og veit að þú fyrst góða kennslu og eitthvað sem þú ætlar að vinna meira með og móða meira úr. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í málið. Amen.